Í dag 16. september, ég ekki að fara með rétt? Jú. Já, það bara þannig. Það segir úrið, ok, það ekki og Páll Pálsson, fasteigna og fyrirtækjasali. Það passar. Við erum byrjaðir. Já, Komdu sæl. Ég setti strax á rekk, sko. Gaman að gaman að ná svona góðu spjalli svona í byrjun veðrið og haustið og svona. Nákvæmlega, sko. Herðu, en mér langaði að forðunast. Já. Og ég ætla að spyrja út í ýmislegt núna, en byrja bara, hvers vegna fasteignasali? Sko, það eins og bara margt annað í lífinu. Það bara svona æxlaðist þannig. Það engin, sko, úrlingur eða tvítur einstaklingur sem hugsaði rosa langum með að vera fasteignasali þegar hann var stór. Nei. Það allir svona öðruvísi drauma, sko. Já. Þú veist, og þetta gerist þannig, sko, ég flytt erlendis til Spánar 2005 með fjölskylduna. Já. Og ekki með einhver alvöru hugmyndi hvað ég ætla að fara að gera eða bara þetta var svona einhver ævintýraþrá, sko, bara prófa eitthvað nýtt. Og svo náttúrulega það sem ég bjó hann á Alicante svæðinu, þar náttúrulega allt fasteigna tengd viðskipti og svo var fólk byrjað að hringja í mig og spyrja, þú veist einhver eignir sölu og ég byrjaði einhvern veginn að æxlast þar úti, sko. Já. Og allt í einu var ég fann að sína eignir og allt í einu var ég fann að selja eignir og svo framvegis. Skilur því. Og svo flytt ég heim 2012. Já. Eftir mjög erfið, sko, ár 2011 að þá vissi ég ekkert hvað ég ætlaði að fara að gera. Þess að maður náttúrulega fasteigna bara að setja hann úti, hann náttúrulega fjall mikið og var bara mjög erfiður á þessum tíma. Og svo bara félagi minn á þeim tíma, hann rak fasteignasölu og hann sagði, hverju prófar ekki að koma bara til mín og bara prófa þetta. Hvaða fasteignasala var það? Hún hét það áður Remax Alpha. Já. Og ég fer þar inn og ofboðslega erfiðu business, maður byrjaði og fyrsta mánuði þá bara gekk ekki neitt og annar mánuði gekk ekki neitt. Já, ég sé því. Og í raun og veru daginn sem að svo tók ég umræðinu við konunum mína, ég man eftir þessu að bara þessi ég get þetta ekki, þú veist það bara, ég búin að hringja alla og reyna á eignir og þú veist byrjaði þetta hark, sko, sem fylgir þessu. Já. Að bara daginn sem ég ákvað bara að segja bara, ég get ekki meira, ég ætla að fara að finna mér eitthvað annað að gera. Þá fékk ég fyrstu eigninu mín í sölu. Já. Og ég bara, ok, gefur þessu bara séns. Og seldi hana og held í mánuði 15 mánuði eftir ég byrjaði. Já. Að þá náði ég rosalega mánuði og var alveg mjög háa tekjur þann mánuð. Og þá var raun og veru bara ekkert aftur snúið. Nei. Í raun og veru. Ég skilji. Þannig að sko, þannig einhvern veginn bara soðist inn í að bransa, sko, í raun og veru, sko. En hvað myndir þú segja að vera svona skemmtilegast við hennar bransa? Það engin dagur eins. Nei. Og það rosalega ólík vandamál sem komu upp og ólíki dagar. Við hittum svona í mínu starfi svona, við vorum einhvern taka þetta saman daginn, við hittum svona 1500 manns á ári. Já. Bæði opnum húsum, kaupendur, seljendur og svo framvegis, þannig að maður hittir rosalega mikið nýju skemmtilegu fólki hvernig degi. Akkurat. Og jú, ég svona skipulaða típan, þú veist, maður fer inn í daginn og maður hugsa með sér, ok, þetta það sem ég ger í dag, svo breytist þessi dagur. Sumi dagar geta verið mjög erfiðir, það sem kom upp mjög erfið mál á milli kaupenda og seljenda, menn ósammála, það kemur eitthvað upp og það sem að leysa það og þú veist, þannig að maður þarf að vera svolítið fjölhæfur í raun og veru. Og það sem maður þarf að vera mjög fær í samskiptum. Mannlegum samskiptum. Já, ég geti trúið því. Þannig að það það sem ég skemmtilegst við þetta eru rosalega ólíki dagar. Já. Mjög svona spennandi og svo kemur líka sko gamla keppnisskapið í mann líka. Já. Þú veist, maður var í fótbolta í gamla dag. Akkurat. Þú veist, það þessi þörf líka til þess að ná árangri og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur mjög upp á margt að bjóða. Já, þetta jobb. Akkurat. En segðu mig þá, hvernig 2020 búið að vera? Nú náttúrulega kemur COVID, það eitthvað að hafa áhrif á markaðin eða já, sko, það gerir það? Bara til að svona átta sig á sko heildarmyndinni, að þá eru svona að meðaltali svona allavega síðustu ár, þá hafa verið svona á höfuðborgarsvæðinu réttar að segja, þá hafa svona 600 eignir pluss mínus kannski einhverja 50-100 eignir selst í hverju mánuði, að meðaltali. Já. Og þegar að sko janúar var fín, febrúar fín, mars var ágætur, apríl bara 54% minni sali, með minnir að sámánuður hafi verið 280 eignir á móti einhverju 600 eða eitthvað svoleiðis. Og sama tíma hins vegar voru sko notenda tölur af fasteignum við vorum mjög háar. Já. Þannig að ég ákvað bara
bara, þetta svo mikið hugafar veist, ég ákvað bara það, bara, ok, ég ætla bara að mæta snemma á morgnana, ég ætla að fara seint heim á daginn hringdi í almannavarnir, fékk ráðgjöf hvernig opin hús eigi að vera og svo framvegis apríl var held ég minn stærsti mánuður já, vegna þess að ég vissi það að eða svona hafðu tilfinningunni 80% af fasteignasölu voru bara brókinni heima og bíða eftir að einhver veira myndi fara þannig ég bara einhvern veginn ákvað bara að gefa í vel gert og það bara hafði ekki áhrif á minn business síðan sko komið fram alltaf mæ, júni, júli komið bara svona ágætismánuðir þetta er kannski aðeins undir þessi meðaltali svo kom núna sko júlimánuði fyrir ekki hann var mjög stór hann var alveg hátt í 800 eignir þannig að mér sýnist 2020 svona vera bara mjög svipaður í heildarsölu, bara heildarmarkaðurinn vera mjög svipaður í árið fyrra og árið þar og undan líka svona og kringum 6 til 7.000 eignir það er allavega bara flott það er bara meira á þess þannig að þú ert ekkert að finna neitt rosalega mikið fyrir COVID það er kannski bara þá í þessum opnu húsum eða þú veist það þurfa að vera svolítið öðruvísi já, sko, svona jú, maður þarf að geta tryggt það að 2 metrar reglan sé virt maður þarf að hafa spritt að staðnum og fólk fer svona varlega og maður þarf að bara passa það en markaðurinn sko áhugin á fasteignum samt mjög mikill og sem dæmi sko þá eru kannski mjög jafnaðið svona 20.000 notendur inn á fasteignum við MBL til dæmis í hverju einustu viku stæðsti mánuðurinn minni mig hafi verið apríl, frekar en maí sem fór upp í 26.000 bara ever og semstu vikan, það var ein vika sem fór upp í 26.000 fólk hafði kannski ekki annað betra að gera en hanga vetnum og allt þetta skoða og eitthvað svona og en síðan kom önnur svona vika fyrir svona 3 vikur síðan það kom aftur bara 26.000 þannig að svo virðist vera að áhugin á markaðunum ennþá töluvert mikill sko. En hvernig sko, markaðurinn núna eins og bara með við síðustu ár veist, hvernig verðið? Verðin hafa verið að hækka það var til dæmis í síðasta mánuði 1,2% hækkun í einu mánuði sem mikil hækkun innan mánaðar og sko fasteigna verð þannig sko að sko yfir 10 ára tímabil þar segja að þú horfið 30 ára aftur í tíman þá hefur fasteign aldrei lækkað í verði á 10 ára tímabili hins vegar innan 10 ára tímabili geta komið sveiflur það kemur kannski 1 ár sem kemur jafnvel niður, fyrir verð niður svo jafnar það sig aftur mjög fljótt þannig bara virka markaðin við erum samt að horfa á svona 5-6% hækkun á þessu ári ég að spá sem aðeins yfir þeirri spá sem til dæmis greiningadeild í bankan og voru með í upphafs þeir voru að spá kannski 3-4 hámarki 5 og það virðist að vera kannski aðeins yfir því á þessu ári ég átti samtal við hagfræðing fyrir rúmu ári síðan og spjallaði við hann og þá var ég að gera þætti fyrir RÚV 0 einmitt fjármál og við spurðum hann hvenær væri best fyrir okkur að kaupa og hann segir kannski svona á næsta ári eða næstu 2 ári nú kemur svona einhver svona sveifla þetta rétt? Sko, fyrir aðilega sem að kaupa sér sína fyrstu eign myndur þú segja þetta væri tíminn? Sko það aldrei réttur eða rangur tími í þessu og ég hef oft heyrt og ég hef náttúrulega meiri sem við mjög fína viðskiptavinn sem að mjög reyndur í viðskiptum og veit ég hvað hann sagði við mig í vor sumari verður bara markaðan eftir að hrynja svo kemur hann heyrðu haustið það bara markaðan eftir að fara niður þú veist og en svo gerist aldrei einhvern veginn þá skrýður alltaf markaðan upp fólk sem að kaupa fyrstu eign verður að hafa í huga að sko þeir að kaupa fyrstu eign þá það að kaupa sér inn á markaðin til næstu 50 ára og ef að eignir eru að hækka 50-60% yfir 10 ára tímabil að sko það verður hækkun sko menn verður að horfa á þá kaupin til lengri tíma. Frekar en sko að sko það reynir hvernig getur orðað þetta að mómentið þegar þú selur er meira sem skiptir máli að þegar ekki hvort eða hvenar heldur þegar að markaðinu fyrir aftur niður að vegna þess að það eru sveiflur að
bara hafa vita því að selja ekki þá og eins og margir lentu í til dæmis við hruninu 2008-2009 þá fóru mjög margir í það kannski af öðrum ástæðum að skila eignunum sínum mistur hreinlega eignina sínar vegna þess að þú vorst kannski með neikvætt eigifé að þú kannski áttir eign sem kostaði 40 milljónir og það hvíldir hann í 44 eða eitthvað svoleiðis en svo gerðist það bara mjög algengt en hefði bara fólk haft tíma til að bíða og þolum með og fjárhagslega getu þú þurfir að reka hann til lánið að hefur beðið bara eins og til dæmis bara máu minn sem dæmi hann stóð frammi fyrir því á ég bara láta þetta flakka af því að ég bara á neikvætt eigifé en hann var þrjóskur ákveða að bíða og svo ákvörðun var rétt vegna þess að nú eignin hans kannski 85-90 milljónir skilur við, en var að berjast við kannski 40-50 milljónir vandamál fyrir 8 árum síðan eitthvað svoleiðis skilur við. Þetta er svona smá svona lyktari sem að sé svolítið að gamla með þetta þú veist og svona þú þarft að vera svo klókur í þessu og þá sérstaklega eins og fyrir hrun nú á ég fólk mjög nákomið sem að einmitt seldi og fór að byggja 2006 og bara á einhverju einu ári eða hálfu ári rauk eignin sem þau seldu fyrir þú veist, einhverju 20 milljónir upp í, þú veist, góðar 37 þannig að það er svolítið að vera klókur í þessu það var náttúrulega bara það var nú annað líka að þess vegna alltaf að segja, sérstaklega fyrstu kaupendur að setja sig aðeins inn í þú veist, þessar breytur, hvað það sem skiptir máli til dæmis eins og 2007 eitt af því sem að hefur áhrif á fasteignaverð og mjög gott að átta sig á því hvort það sé bóla eða ekki þú veist, maður að kaupa röngum tíma til dæmis sem dæmi 2007 þá hækkaði fasteignaverð 30% á einu ári annað svona sem maður getur hort á er eitthvað sem heitir kaupmáttur oft maður færa rök fyrir því að ef að verðið hækkar mikið umfram kaupmáttaraukningu það er svona merki þessi bóla sem dæmi hækkaði verð 30% kaupmáttaraukningu var 1% og leikmaður sem kannski skilur ekki þessar breytur hann kannski fattar ekkert býttu ég kannski að kaupa röngum tíma skilur við, eins og nú er kaupmáttaraukningin og fasteignaverð að hækka mjög svipað og meiri segir fyrsta skipti langan tíma og gott að var ekki bara upp af þess ás þessi kaupmáttaraukningin var hærri heldur en að hækka meira heldur en fasteignaverðið þá mætti segja það þá að fasteignaverðið væri of lágt skilur við, þá megi búist við því að fasteignaverðið eftir að hækka þannig að þetta til dæmis einu breytan það sem þú ert að segja er að þetta er mögulega bara rétti tíminn allavega núna er kaupmáttaraukningin að ég vaksa svipa mikið og fasteignaverð þannig að þetta er allavega ekki rangur tími svo kemur einhver kaupi fasteign og allt fyrir vitleysu hérna inn í veturinn og þá bara heyrðu þú, ég þarf að tala við það við vonum ekki við vonum alls ekki en þá segir bara í verstafalli þá bara býða aðeins það koma góðu tímar aftur það hefur engin kynslóð lent í því að hafa ekki lent í kreppum 2, 3, 4 sinnum þú veist það er búið að vera 150 kreppur á síðustu 800 árum þú veist þannig að þetta kemur og fer þetta veit enginn, það var einhver veira sem olli einhverju kreppur núna þó svo kreppar sér svolítið bundin við ákveðna geira þú veist við ferðaþjónustu og þjónustu fyrirtæki og svo framvegis svo náttúrulega er það mjög fljótt að smita sig út í bílaleigunar ekki að kaupa bíla sem því að bílaumboðin þurfa að skera niður og nú er ég leikaramentar, það er ekki og mikið tónlist þannig að þú ert ekki góðum business núna nei, þess vegna erum við að leita annað nei, en svo kemur eins og bara þú veist, eins og maður hélt að myndi gerast og ég, náttúrulega það sem margir höfðu áhyggjur af þegar veiran byrjaði hérna og allt voru loka að þá höfðu menna mestar áhyggjur að verðbólgan myndi fara upp vegna þess að þessi verðtryggðu lán sem að eru tengt náttúrulega verðbólgunni sem við kannski förum að setja inn í spjallinu hvernig það virkar, ágætt að fara þessi þau má líka, hvernig maður hugsa lánamálin sín að þá fór allir að vera hrættur það ég talaði fullt af hagfræðingum og þeir sögðu allir nei, verðbólgan ekki að fara út af þessu en menn höfðu ágjörði því að þegar þetta er búið þá fari allir á neyslufyllir þá fara að verða brjála að gera í Costco og það verða brjála að gera í IKEA og þú veist, allir fara á djammið og allir fara í tónleika og leikhús og svo framvegis svo kom hann einn mánuður þar sem var aðeins núna í sumar núna í júlí bara brjála að gera allstaðar
það bara fullt nýr í bæ og þú veist, allir bara misti sig, svo bara búm kom bakslæði rétt fyrir seinni bylgjuna akkurat, svo kom seinni bylgjan það það sem mun gerast, er að þegar þetta blessaða bóluefni kemur, sem allir býð eftir og það mun ekkit gerast í þessum veirumálum fyrir en þessu laust kemur þetta verður svona þangað til að þá mun verða brjálæði að gera þér aftur skilur við vonandi þú veist, þá fara allir leikhús og 21 gæti bara verið staðista ár í sögu leikhúsuna og það eru brjálæði að gera í tónleikahaldi og þetta kemur tilbaka þú veist, það er bara og tvöfald kannski vonandi ef ekki þrefald vonandi tvöfald eða þrefald sérstaklega eins og þinn bransi er rosalega töf í dýmynda með sko algjörlega, ég ætla nú ekki að fara mikið út í það en ég var með leikofnum Lottu í sumar að leika fyrir börninu og fjölskyldurnar og það var búið að ganga rosalega vel alveg þangað til að bakslæði kom þá fór allt svolítið bara niður við en ég minna, það kemur aftur þetta er hugafar, þetta er bara aðeins og alltaf þegar maður lendir í einhverjum mótlæti þá bara hvernig maður tekur á því sko. algjörlega þannig að nú langar mig að spyrja þig út í sko, ég hef áhuga að vita út frá séreignarsparnaði þú ert fróður í því, eða ekki? Jú, þekki það aðeins mjög sniðugt fyrirbæri er ungt fólk að nýta sér þetta? Já, það er að gera það? Mér finnst það, já sko þetta er mjög sniðugt þá ertu raun og leggja til hlíðar áður og borgar skatta af penningunum þínum til þess að safna fyrir útborgun íbúð og á einhvern tímapunkti þegar þú kaupir þá ertu múin að safna upp einhverju sjóð inn í séreignarsparnaði sem þú finnur roðalega lítið fyrir þannig að þetta er einhvern veginn bara fer laununum eftir að áður en þú greiðir skattana þína og þar að leiðandi getur leista út peningin þegar þú getur notað þessu hluta þinni útborgun í þinni fyrstu eign og ég segi bara að þetta skiptir miklu máli ég reyna að láta þetta svolítið koma fyrir í öllum þáttunum tala um séreignarsparnaðin, þetta er svo mikilvægt þetta er haxið sko þetta er bara þetta er góðu dýll já, algjörlega þú veist, þetta er góð fjárfesting að gera þetta akkurat ertu mikið að taka eftir eru einstæðir aðilar mikið að kaupa sér eignir er þetta skrítið spurning? Nei, ég veit hvað við já er það mögulegt, þú veist þarf ekki að vera með þrjusu góðar tekju til þess að geta farið af stað á þess að vera að kaupa þér einhverju kannski hólu já, sko, þetta er frábær spurning sko, þú þarft sko, þeir mið oft við, segjum svo þú sért með tekjur upp á, ég veit það ekki 600.000 á mánuði segjum svo þú ert með 450.000 útborgar tekjur þá hugsar fjármálastofnun þannig að þú sért með svona 30-35 kannski aðeins meira af þínu ráðstöfunartekjum þar sé útborgu laun sem fer í að borga af láni og auðvitað eru hlutvöldin þau eru hærri í öðrum löndum skilurðu, en segjum svo sért með tökum bara einföldunum á þetta bara 300.000 krónur útborgað þá máttu greiða 100.000 krónur af lána mánuði einstaklingar auðvitað er það erfiðara að fara í gennum greiðslumat heldur til þess bara par akkurat þar er þetta náttúrulega tekna sameiginlega tekjur skilur það kannski með sameiginlega tekjur upp útborgun laun upp á 700.000 þá allt einu getur greitt 200-250 á mánuði skilur sem er mikill munur sko. En svo er náttúrulega til einstaklinga til í báðar áttir einstaklingar sem eru með hærri laun og læri laun auðvitað þannig að en það eru það fer mikið fyrir þessu fólki fyrir þessu fólki, þetta er svo skrítið að segja akkurat. Það veist, ég er sjálfur einstæður fer mikið fyrir okkur á fasteignamarkaðinum akkurat núna sko ég skal alveg segja eins og ég er ekki var við mikið ekki nema að þau hafi stuðning frá til dæmis foreldrum með eitthvað slíkt flestir þeir sem eru einstæðir svona sérstaklega ungt fólk er ennþá í foreldrahúsum og eru kannski að nýta þá tekjurnar sínar eða leggja til hliðar og foreldrunni hjálpa þannig þar er þetta óbeint með að hýsa þú veist, kaupa mat og þannig að kostnar að vera þessu minnstur en þá þurfa bara krakkarnir að vera þýmun skynsamur að vera ekki að eyða þessu í bómiklu utanansverðir og svona sko nú hefur maður tekið og ég bara eiginlega á hverjum degi ef ég fer inn á Facebook þá kemur mynda einhverju sem fara að kaupa sér sína fyrstu eign og yfirleitt stendur undir er að fara að leigja hann út þetta er svolítið þeng í dag kaupa
halda áfram að vera hjá mig og pappa ef þú ert þar, ef þú hefur tök á því og leigja hann út. Já, ég sé þetta oft og þetta er með þess að mjög tengt mér, náðu mér vegna þess að til dæmis bara bróði minn sem er 22 ára nú eru þau að voru að gera tilboð íbúð sem á mögulega að fara í útlegu eingöngu í þeim tilgangi að binda pening þar sem að sko móðu mín er að hjálpa til þannig að eftir 2 ár, 3 ár þegar hann búin að vinna meira einsinn fyrir pening taka þar alveg vonandi hækkun í eigninni þannig að hann getur að nota þann pening til þess að kaupa eignina sem hún langar að fara í. Já, skilurðu? Einmitt. Þetta er bara að hugsa sem fjárfesting þar sem vonir á einhverjum hagnaði úr þeirri fjárfestingu. Akkurat. Skilurðu? Ég skil þig. Þannig að það er ástæðan fyrir því að fólk er kannski þegar komið kannski með 5 milljónir, 4, 3 sko til þess að kaupa sér þá hendar þið freka þarna inn taka hækkunna og þá á það meiri pening í eignina sem langar sér raunverulega búið. Þetta er sniðugt. Þannig að þetta er kannski hugsunin sko. Hlustiði vel á þetta. Yes, þetta er pælingin sko. Já, akkurat. Þannig að en það þarf maður líka að vera svolítið sniðugur sko, í fasteigna kaupunum sjálfum sko. Og ég segi alltaf við fyrstu kaupendur sko, þú veist, átt þú íbúð sjálfur eða? Ég? Já. Ég er á stúdentagörðum. Ég er sjálfur að spara á saman. Já, vel gert. Það fer vonandi að koma því. Ég er svona að gera ráð fyrir því að það verða næsta ári. Ok, þegar þú fer að stað að leita, að þá segi ég, og ég myndi segja við þig, við segjum alla þá sem eru að kaupa fyrstu íbúð, að það er mjög ólíklegt að þú ert í fyrstu íbúðinni sko lengur en 3 ár. Já. Þannig að hugsaðu svolítið fyrstu íbúðina sem svolítið fjárfestingu sem þýðir það að leitaðu svolítið eftir fermetraverði. Já. Finndu út, segjum svo þú sért að leita í 107, 101, 105 þú veist, Fossvogi eitthvað svo leiðis hvar get ég keypt eign á góðu fermetraverði, helst undir fermetraverðinu meðal fermetraverðinu sem er í hverfinu. Akkurat. Og það er alveg hverfina í kringum miðsvæði, til dæmis eins og Álftamýrin, Háaleiti, nokkrir sko álfheimar sem að ég tel eiga svolítið inni, þar sem fermetraverðið er enda látt svona frekar miðsvæðis, kaupa þar inn og það er ótrúlega þessum málning og nýtt gólfefni gerir fyrir íbúð. Ég langar eiginlega að skrifa þetta niður, ég hlusta bara á þetta aftur. Ég sendi þér þessa punkta og ég meiri sér ekki sendi svona smá punkta, svona vídeo sem ég bjóð til sem það getur bara átt sko. Mjög gaglegt. Og það getur bara lært bara hvernig að hugsa þetta. Akkurat. Og þegar að sko vegna þess að markmiðið á þér, fyrstu 1, 2, 3 árin, vegna þess að gerir svo mikið þar, þú veist, þú kannski eignast maka, bad, þú veist, það gerir svo rosa mikið á þessum árum. Akkurat. Að svo svo fljótt að hugsa út í næstu eign. Já. Og þá ferðu sko þá áttu að nota þessi 1, 2, 3 ársöðandinni númer 1, að vera duglegur að borga niður lánið á eigninni, henda auka 20 skalli, 30 skalli inn á lánið til þess að keyra það niður í mánuði og reyna að finna leiði til þess að auka verðgildina á sama tíma með að gera hana snirtilega, skiptum gólfefni, mála, velja fallega liti, eitthvað sem hefur áhrif á útlitið og gæði eignarinnar. Þá ertu fann allt einu, sko, þegar þú varst búin að harka fyrir 4 milljónunum, þá er allt einu 4 milljónunnar orðnar sko á 8 eða 10 milljónum. Þeir eru búin að auka verðgildið, búin að bomba niður lánið, þá er allt einu orðið svo mikið eigi fyrir næstu eign. Akkurat. Og þú veist, ég til dæmis segjum, ég og konu minni hefur mjög góða vinkonu sem að vara leigumarkaði, hún kaupið sér íbúð í Hafnarfirði, var mjög efins, hún átti einhverja 3 milljónir, hún var mjög efins hvort á hún að gera þetta, hún var með 2 börn og var bara með 1 svefnherbyggi, þannig að hún raun og veru hugsaði með sér, ok, ég fer fyrir einhverju kaupi, staðin fyrir að borga niður einn lítinn yfirdrátt sem ég átti og svo framvegis, hún sem sagt sko átti, man ekki alveg töluðanum, mér minnir þetta að vera 3,5 milljón. Já. Hún var að selja núna í sumar allt í einu orði, sko, þá voru 3 milljónir allt í einu orðan einhverjar 7-8 milljónir af því að eignin á hækki verði og hún náði að kaupa sér íbúð núna sem er með 3 svefnherbergjum. Þetta gerist á hvað löngu tíma, segirðu? Þetta gerðist á 2 árum. Já. Skilurðu? Akkurat. Þannig að þetta er hugsunin sem ég er að sjá aftur auðvita ef þú lendir í því að markaðin lækkar, skilurðu, þá er eina ráður sem getur verið, þá er staðin fyrir að vera á 2-3 ára plan í fyrstu íbúðinni, það færist þá bara í 3-4 ára plan, skilurðu mig. Akkurat. Þannig að vegna þess að það er í eðli fasteign einhvern veginn að það hækka alltaf eitthvað aðeins
og þeir eru út með 40 milljónir íbúð sem hækkar 5%. Þú veist, nú er kannski fann að tala mjög flókna dæmi. Já, nei, en ef við setjum svolítið reikningsdæmið upp, segjum svo að þú kaupir 40 milljónir íbúð, segjum svo að kaupir 90% láni sem að fyrstu kaupendur hafa oft rétt á. Það þýðir það að þú ert að taka 36 milljónir lán. Segjum svo að þessi íbúð hækki 5% ári. 5% hækkun eru 2 milljónir ári. Sem þýðir það að íbúðin 46 milljónir eftir 3 ár. Og það kvíldi á hann mannstu 36 milljónir, þú ert kannski búin að borga niður lánin niður í 35 milljónir, duglegur að borga það átti alltaf 11 milljónir út úr þessu 4. Já. Skilur mig? Akkurat. Náður reiknistæmi? Ég náði þessu. Þetta er pínu svona en samt sem að það er gott að vita þetta, það er gott að vita þetta. Þetta held ég sjálf mikilvægt að hafa hann einhvers staðar í kollinum. Það er nefnilega málið. Já. Þannig að mér langaði að forvitnast líka með, þú veist, nú kaupir fólk sér oft eign. Og svo mögulega kemst það því eftir einhver tíma að bak við einhvern skáp inn í einhverju herberginu er bara mygla. Er þetta algengt? Þú veist, og hvernig er þetta að komast hjá því að lendi í þessu? Sem betur fyrr er þetta ekki algengt. Sko, auðvitað koma upp ágreiningsefni í fasteignaviðskiptum milli kaupanda og seljanda og það er enginn sem vill lenda í ágreiningi, hvorki kaupandi eller seljandi. Og það, ég man ekki eftir einu máli þar sem að einhver hefur verið að leyna, einhver seljandi hefur verið að leyna mér einhverju viljandi. Nei. Skilurðu? Ég hef alveg lent í máli þar sem að viðkomandi kaupir íbúð, allar sér að skipta parkett, rífur parkettið af, svo bara mega mygla undir. Og bara kaupandi bara, wow, hvað er hérna? Þú veist, ég vil bara hætta við og kemur upp svona mál eftir á. Í því tilfelli þá hringdi ég mig til bara einn helsta myglusérfræðing landsins og hann útskýrði fyrir mér sko, ef það er mygla þá er ekki það raki og þá er það í raun og veru vandamálið. Skilur, ekki myglan sjálf. En auðvitað það er líka annar mál sem ég þekki sem kom upp í Mosfellsbæ, það sem að einmitt bak við skáp kom mygla sem að enginn sá, hvorki kaupandinn er seljandi og þá þurfti raun og veru að fara að meta tjónið. Skilurðu, hvert er vandamálið, hvað kostar að laga það og segjum svo í því tilfelli að þá var þetta kannski tjónu upp á einhverja 2 milljónir og þá fóru menn að rökræðum það hver ætti að borga það tjón. Þannig að vissulega hefði kaupandinn aldrei keypt þessa eign, hefði hann vitað af þessu. Er þetta löngu eftir hann er búin að kaupa? Þú veist, það er búin að skrifa undir og borga og allt er í gegn og þetta kemur svo upp. Og hún ætlaði að fara að gera íbúðin upp og byrja að rífa allt í burtu og þess að kemur bara allt blasir þetta vimman. Og hún náttúrulega fer bara á migluprófar og fær bara áfall og svo framvegis. Og hún náttúrulega hringir í mig, reyndar kaupir þetta ekki í gegnum mig eða selur í gegnum mig, heldur bara hringir til að fá ráðgjöf hvað það við gera og og sko reglunar eru þannig ef maður fer alveg eftir bókstafnum að til þess að galli sé galli þá þarf hann að nema 10% af verðmæti eignarinnar. Skilur ég skil. Þannig að þú kaupir 40 milljónir íbúð og til þess að verði galli þá þarf hann að kosta 4 milljónir. Svo hægt sé bara að segja þetta er galli og seljandi þarf að greiða. Hins vegar eru langflesta ágreiningsmál út af einhverju sem ég meina ég hef lent í því að fólk kaupir eign, ætlar að fara að baka köku, ofnin hítar ekki upp í nema 120 gráður. Skilurðu? Ég hef lent í því að fólk fær afhent og vegna þess að fólk ber að afhenta hreint og fínt og fólk leið kannski eins og það væri búið að vera 3, 4, 5 tíma að þrífa, nýraðali kemur inn og segir bara, heyrðu, það er bara allt skít út hérna. Skilurðu? Ég vil bara fá betur. Þessi mál, eins og með ofnin og eins og með þrifin, þetta ekki bein gallar. Þú veist, þú getur henni ekkert gert sama ef þetta sé einhver minni átt að mygla þó að mygla og vandamáli kostiði 500.000 eða 1 milljón, þá getur ekki sagt að þetta sé galli, ég vil bara að selja þinn greiði. Þar kemur inn skoðun og skyldan þín sem kaupmandi. Akkurat. Og það er mjög mikil ábyrgð að skoða fastin og skoða hann rétt. Ég átti nefnilega samtalið stelpu sem að keypti sér, hún keypti sér ekki, hún var að skoða íbúð og einhverja hluta vegna lét hún sem sagt, ég man ekki alveg hvað hún gerði, hún lét allavega hann að skoða hann eitthvað og fekk einhverju svona fagaðilega til þess að skoða hana. Kemur í ljós
að þetta ung stelpa hún tvítugt og kemur í ljós að íbúðin bara alls ekki í standi, bara alls ekki í lagi og hún einmitt hætti þá við en það var mjög stutt í að hún myndi bara hreinlega skrifa undir og gangi í það sko. Já, akkurat þannig að einmitt, en segðu mér aðeins meira frá þessi ástandsskoðanir eru mjög sniðar að þegar þú ert að þetta er gert þannig upplýsingaskylda seljandans er mjög rík þannig að ef þú ert að selja fasteign þá verður þú verður að setja allt upp á yfirborðið og ég held að flestir seljendur vilja það þeir vilja ekki vera að fela eitthvað það er þú veist mjög líklegt að koma upp einhver vandamál eftir á skoðunarskylda að kaupa þessu mjög rík og það er mjög sniðut sérstaklega ef einhver grunnur það sé eitthvað eða húsið sé gamalt og ég áreindar tjekklista sem ég get sent þér yfir bara nákvæmlega hvað átt að skoða þegar þú ert að skoða fasteign þú veist ekki skoða bara glugga skoða móða í þeim skilur, hvernig utan á glugganum farið eitthvað að fúna þó kannski vitir ekki hvað fúna þá bara svona á innri tilfinning að sjá eitthvað ég veit það ekki, þú veist, þú opnar rafmagnstöflu þú ekki hugmyndu neitt úr rafmagn en oft fær maður bara tilfinningunni að þetta sé lægi eða ekki, bara við að sjá hvernig þetta lukkar og þegar fólk til dæmis að skoða kjallara þú veist, niður í sameigni eitthvað svoleiðis að gera skoða rafmagnstöflu og lagnagrind þó að maður veit ekki þetta, bara skoða það bara fá tilfinningu fyrir þessu en skoðunarskyldan er mjög rík og ef að þú ætlar að gera tilboð þá er saklaust að setja inn sérstakann ástandsskoðunar fyrirvara ráða þá einstakling til að láta rakamæla skoða sperrur á þakinu og jafnvel mynda skólpið þú veist, ef eignin er skólp á að hafa 60-80 ár líftíma og það er mjög mikið af þessum eignum sem eru miðsvæðis Reykjavíkur sem eru alveg að fara að koma þann tíma eða ekki koma þann tíma láta það bara mynda skólpið ef það sé ekki búið að einu þegar þá veistu hvað þú ert að fara í en á sama tíma ef þú lætur ástandsskoða þá ertu líka pínlítið frí eða ábyrgð ef eitthvað kemur upp, ef eitthvað farið fram hjá skoðun skilur ég er mitt ekki eina sem að var með mér að leika í sumar sem að þurfti að fara í skólpið og það var 8 milljónir ég veit að þetta er brjálaðar fjárhæðir þetta eru bara þetta er náttúrulega málið þetta eru rosalega fjárhæðir alveg svakalega og líka það sérstaklega þú ert að kaupa þína fyrstu eigna þurfa að fara í svo fljótlega í þennan pakka ég veit það en þess vegna þegar þú fyrir að kaupa Júlí að þegar þú fyrir að skoða og líst vel á einhver eign segjum bara í einhver stær hlíðunum að fá allar þessu upplýsingar bara spurja þessu spurningar veist, hvað með skólpið, hvað með drén, hvað með þak venjulegt fólk fattar ekki að spurja þessari spurningar labbar inn, vill bara vita, er þetta í lagi jú, þú veist, allir í góðri trú bæði seljandur og fasteignasali góðri trú að þetta sé svona hins einn hins vegar að lætur ástandsskoða og kemur eitthvað upp við áskoðan eins og með vinkonniðina með ástandsskoðuna þá getur hún A, bakkað út B, endursamið og sagt bara, heyrðu, það er þetta er ónýtt þá þarf að finna út hver kostnaður við þetta er og ég bara fer fram á það þá eða mín ósk er svo að seljandi þá taki þann kostnað á sig í það að segja að það er kannski gefin afsláttur eigninni eða eitthvað slíkt skilurðu, þannig að þú getur endursamið það er ekki endilega að menn vilja fara út þá er hægt að endursemja verðið líka þannig að hafðu þessi punkt í huga þegar þú ert að fara að skoða allan daginn, ég alveg klárlega nákvæmlega þú ert búin að koma mér langar að slúta þessum hluta áður við fyrir að ræða þinn bakgrunn en frekar bara eitthvað svona ráð fyrir aðra sem er að koma og er að fara að kaupa sína fyrstu eign bara eitthvað svona eitt gott ráð það eru nokkri punktar ég ætla að reyna að súmera það nýri eitt gott ráð þegar að menn eru byrja þú veist að átta sig á því hvað á ég mikinn pening hvað þarf ég mikinn pening þú þarft orðið 10% reyndar eru þessi hlutdeildar lán að koma núna frá ríkinu núna 1. nóvember það eru ný lán á vegu ríkisins í raun og veru sem eru vaxtalaus og þarf ekki að greiða þeim heldur sem fyrstu kaupendur eða lágtekjufólk getur keypt en eingöngu nýbyggingum og þá þarftu ekki nema 5% út í útborgun það er mikill kostur ef þú googlar bara hlutdeildar lán
kynntur þau það eru kostir og gallar við þau lán, skilurðu þannig að en svo heldur valla þetta kalla þetta lán vegna þess að sko að þú ert ekki að borga neitt af þessu, þetta ber enga vexti en sko þegar þú selur íbúðina þá semst fá þeir í hlutföllum semst við söluverðið hækkun og söluverði segjum svo að þeir lánaði 20% þá vilja þeir fá 20% hagnaðanum að sölunum tilbaka skilurðu mig sem að í mörgum tilfellum getur borgað sig þú veist alveg bara eða bara með 5% útborgun kaupi 40 milljónir íbúð þú veist ert bara með 2 milljónir þá séns fyrir að komast inn á markaðin sko mjög ódýran hátt mjög sniðugt og ég mæli með að fólk kynni sér þetta allavega sem svona hluta af þessu Þetta hefur alveg farið fram hjá mér búið að vera að tala þetta mikið ég er alveg að skoða vísir og MBL og hlusta á fréttir Þetta er líka svo leiðinlegt skilur, þetta er ekki eitthvað svona sem bara ég ætla að sko kynna með þetta sko Þetta er ekki clickbait Nei, þetta er ekki sko bara hlutild alveg bara nafnið leiðilegt sko en ég segi samt sko gefðu þér sko flestir eru alveg til í að hlaupa í Húrra Reykjavík þegar þeir eru með auka útsölur sko á skóm og eitthvað svona sko þá verður raðir og veit ég hvað sko fólk er alveg til að standa þar í klukkutíma og annan klukkutíma máta og allt þetta gefðu klukkutíma að kynna þessi leiðindamál þú veist hvað er verðtryggt lán þú veist hvað er hlutdeildarlán þú veist ég segi bara sko þegar þú ert að kaupa þínu fyrstu eign hugsaði í fermetraverði reynda að fá sem besta mögulegan díl fyrir eignina sem hægt er skoðaðu lánamálin vel kynntu þau vel bara munun og verðtryggðu og óverðtryggðu hversu hratt þú getur greitt láni niður fasteignalán er dýrasta þjónusta sem flest fólk kaupir yfir lífið og ef þú tekur til þess verðtryggt lán önnur svona flókin útskýringin samt mikilvæg ef þú tekur 30 milljónar krónar lán verðtryggt lán til 40 ára þá ertu að borga 110 milljónir tilbaka skilurðu mig og því minni sem þú borgar tilbaka yfir lánstíman því meira hagnastu þannig að hugsa svolítið líka í svona lánamálu þannig að sko það er þetta tvennt bara elta ódýrt fermetraverð og skoða lánamáli sín mjög vel Þetta er það sem ég er að ráðleggja mínum eigin strák. Er hægt að fá einhverjum svona, þú veist, að því að lánin, þú veist, þetta er alveg svolítið flókið. Mjög flókið. Þetta er alveg flókið. Já. Og leiðinlegt. Og ég var alveg lengri tíma að lesa mig til einmitt leiðinlegt. Lengri tíma að lesa mig til þetta þegar við vorum að gera þættina fyrir RÚV 0 hérna. Og vorum að reyna að útskýra munin á þessu öllu. Og þetta er alveg flókið, en er hægt að fá ráðgjöf, þú veist. Getur maður labbað inn til bankana? Og fengi ráðgjöf þetta eða hvert leita maður? Sko, það er nefnilega það eru 3 staðir sem ég segi að fólk eða fá ráðgjöf hjá farðu í bankan fjármálastofnunina, fáðu útskýringar á munum og áhættu á lánunum taktu sömu umræðu við einhvern ættingja foreldra, einhvern frænda sem hefur reynslu úr viðskiptum lánum eitthvað, þú veist, einhvern sem er bara eldri en þú sjálfur og farðu svo tala við einhvern hlutlausan þú veist, einhvern fasteignasala einhvern sem gæti tengst þessu þú veist, mynda þessu þína eigin skoðun á þessu bara þú ert komið með upplýsingar en þess að bara svona ráð frá þessum aðilum getur yfir lengri tíma spara þér stórar fjárhæðir og myndu þessu þína eigin skoðun þannig að þú verður svolítið að vera þín eigin hagfræðingur þannig að það er svo freistandi að bara hugsa ég er bara að borga þetta mánuði þú veist en hvað er ég raun og vera að borga yfir lánstíman og hvað er mikið afborgum minn að fara niður á láninu og svo framvegis þannig að þetta eru svona 3 leiðir sem ég mæli með þú veist að kynna þér hvaða lána á að fara og mynda þessu þín eigin skoðun Svona lokum, mér langar aðeins að spjalla þig okay. Það elskar allir að tala um sjálf sig Ræðum aðeins þig Það elskar allir að tala um sjálf sig Nú langar mér aðeins að ræða svona Ok, ert þú Reykjavík? Fæddur í Reykjavík Já, fór svolítið á flakk á svona mínum yngstu árum sko Mamma og pappi skildu frekar snemmi, ég held að 2-3 ára gamall Þannig ég flytt norður flytt svo aftur í bæinn 10 ára aldur Kópavogur, Hafnarfjörður, Álftanes og var raun og veru sko mín úlingsár þar, ég held ég að verið 14 eða 15 þegar ég flytti út á Álftanes en sækja alla mína þjónustu sem sagt skóla og íþróttir og allt saman inn í Garðabæ þang til ég kynnist konu minni kringu 20
hún bjó í Breiðholti og ég svona hægt og rólega bara flutti inn á hana þá til að kaupa okkur fyrstu íbúð þegar ég var 21 árs. Þannig að það er svona ævisagan mín frá 0 og upp í 20. Ok, við fórum mjög rætt yfir þetta en svona þú varst að alast upp foreldræðinni, hvað gera þau? Sko þau náttúrulega voru á mínum upp að raunveru úlingsárum að þá það er að segja ég á móðu minni og fóstupappa mínum, þau byrja saman þegar ég var bara 2-3 ára gamall. Hann reyndar fellur frá þegar ég er 15 ára og fram að því og ég man aldrei eftir öðruvísin þeim í einhverjum rekstri. Þau voru með sólbástofu, þau voru með vídeoleigur, voru með grill, voru með maturubúð og alltaf í sínu eigin business. Og óbóðslega duglegt fólk byggðu fyrsta húsið sitt út á Álftanesi, byggðu síðan annað hús út á Álftanesi sem fluttum í og svo náttúrulega þegar ég er 15 ára þá fellur hann frá. Þá verða svolítið breytingar í bara líf okkar allra. Þú veist vegna þess að hann var náttúrulega svolítið prímusmótur og var svolítið drífandi í þessum business öllum Akkurat. Þannig að þau voru svona frumkvölar á sínu sviði, þau voru með vídeolegu og komu fyrst inn með vídeospólur á 150 krónur sólarhringurinn þegar allir voru að leigja þetta á 400-500 kall og þá snýrist þetta það að fá fólk inn og selja þá pop og kók og blandi póka og selja þeim svolítið með og það skiptir engu máli hvort það var mánudagur eða fimmtudagur eða miðvikudagur eða föstudagur alltaf pakkað og ég byrjaði að vinna frekar snemma bara í þessu með þeim Þú fékkstu gott fjármála uppeldi eða þú veist er eitthvað að þessu business hugmyndum þeirra sem að sitja í þér í dag? Það er svona blanda vegna þess að það er svona drive svona drifkraftur sem að ég fæ frá þeim en á sama tíma þegar hann fellur frá þá hrynur þetta veldi mjög hratt og mamma náttúrulega sat uppi með okkur eina okkur bræðuna haldandur heimilið, haldandur utanlega með þessi fyrirtæki á mjög erfinn tíma meira segja 90 og hann deyr 91 svo verður kreppa á Íslandi 92 til 94 og springur svolítið í höndunum mömmu og hún missir hennar öll fyrirtækin og ég gleymi því ekki ennþá daginn í dag manni eftir því þegar ég kem heim einhvern tíma úr skólanum og leita mömmu minni og ég sé að hún bara inn í herbyggi hún bara grætur vegna þess að þá var hún búin að fá símtala þetta að fara að bjóða heimilið upp út af því hún skuldaði fastanegjöld og ég man það alveg á úlningsárinu mín voru aldrei þannig að ég fór til mömmu og baði um pening í bíó og upplýði alveg rosalega svona skrítin úlningsár þú veist átti það var bara ekkert hún var alltaf rosa dugleg og heldur utanum þetta og algjör hetja þú veist hún er svo manneska sem ég lít mest upp í öllum heiminum og þannig ég upplifi árangur og erfileika alveg á þessum tíma þannig að og alltaf hef þurft og þau hafa skildi það mjög snemma að það þurfti bara að hafa vinna mikið og taka áhættur og til þess að ná árangri en svo bara gerist þetta og þetta fer allt á höndunum og það er svona mitt fjármála uppeldi og ég fer strax bara að á mínum úlingsárum ég er náttúrulega fyrir að vinna náttúrulega mikið hjá mömmu með skóla og reyna að jögla þessu og svona fórum með þetta típiska bara líka úlingavinnu og þú veist allt þetta en ég man aldrei eftir því að það voru til einhverjir sjóðir bara umfram það sem maður þurfti frá mánuði til mánaðar eins og við flest skilurðu mig, þú veist þannig að ég fæ enga peningar frá mömmu til að kaupa minni fyrst íbúð eða eitthvað svoleiðis, ég þurfti bara að græða það sjálfur skilurðu þannig að líður mann ekki samt bara rosa vel með það að gera þetta sjálfur er það ekki bara svona það er ákveðin sigurtilfinning þú veist þegar maður er loksins búin að þú veist vinna sér inn fyrir einhverju þú veist maður metur hlutin öðru vísi þú veist og ég verð mjög snemma þú veist þegar ég klára mín fjölbrautaskóla þá fer ég að vinna á FM 957 sem ein pínulítið lútastöð upp í Breiðholti vinsæl og starfa þar við að selja auglýsingar og eitthvað svona og náði mjög árangur mjög hratt þar það miklum árangur ég náði að kaupa mér íbúð skilurðu, þú veist, þegar maður árangurstengdur ná selja og fekk bara hlutfall af því sem maður skaffaði
og náðu að kaupa mér íbúð en það var alltaf í mér svona að fara til eitthvað business og ég hef raun og veru aldrei starfað fyrir, ég man ekki eftir að starfa fyrir neitt annan bara liggu við frábæra úlingahönninu minni sko. Og og það hefur gengið upp og niður ég hef alveg upplifað tíma þar sem að ég þurfti að fara að lána pening fyrir mat skilur, og sama tíma hef ég upplifað tíma þar sem ég átt rosalega mikið skilur, og jafnvel innan sama ársinn sko. Þú veist, þannig að eins og sagði upphæði þegar ég flytti Spánar að við flytjum út 2005 og 2000 og svo náttúrulega var hrun þar eins og hér 2008-2009 gekk mjög svona mikið hark 9-10 fer síðan út í annan business raun og veru þar sem var rosalega mikla stóra hugmyndir með fullt öðru fólki við vorum að risa hugmyndir sko. Og sem að mörguleiti gengu eftir en síðan hrundi alltaf einnig nóttu og 2011 þá bara átti ekki ofanum á ég þurfti raunverulega að hringja mömmu að biðja lán bara fyrir eiga fyrir mat skilur og maður satt frammi fyrir því að 10 dagar til mánaðamót og ég átti kannski 30 € á reikningum skilur og ég vissi ekki hvernig og ég sá ekki tekið voru að koma nema náttúrulega bara það að maður vann svo klára maður einhver díl maður fekk ekki greitt þannig að það sá aðli fór á hausinn eða veist, það var bara allt einhvern veginn og þegar við komum heim 2012 að þá bara kom ég líka við eins og flóttamaður sko. Þú veist, frændi minn hann reddaði mér íbúð á þessu að borga tryggingu sem leigði þá íbúð sem við leigðum af, hann átti húsgögn sem við keyptum og fengum á borgun og löngu seinna og vinur minn lánaði okkur bíl og þú veist, þetta var rosalega erfið tími sko. Og síðan bara fór ég þennan fasteigna business að sem hefur gengið rosalega vel og ég tekið að koma mér mjög vel fyrir í mínu lífi, skilur við veist, þannig að en af því að maður lendir að kynnast hinu þá kann maður einhvern veginn að meta velgenguna líka öðru vísi sko. Akkurat, en svona á þessum erfiðustu tímum veist, nú fólk með alls konar sparnaðaráð og Snædís Flósadóttir var hjá mér og hún sagði besta sparnaðaráð bara hægt að borða það sem náttúrulega ekki hægt en það að skera af öllum svoleiðis útgjöldum er eitthvað sparnaðaráð sem að þú getur eitthvað svona sem að því fyrst skipta mestu máli? Já, sko mjög góð spurning þegar maður náttúrulega blankur og þá náttúrulega það er kannski ekki mikið rými til þess að spara. Nei. Og ef ég tek þessa vinkonu okkar konu mína sem að hún lendi mitt í fjárhagslegum og kaupir þessi íbúð þarna sem ég var að segja frá þann sem að flutt inn með 2 börn og svo. Lausnin á henni var ekki endilega að geta að spara meira heldur að vera að auka tekjurnar og leiðin á henni var að bara fá sér annað beturlauna starf, fara að mennta sig gera einhvern sinn eigin rekstur sem vonandi gengur vel og þá náttúrulega reyna bara að hámarka það tekju sem maður getur haft en það eiga sko allir þeir sem hafa náð fjárhagslegum árangri þeir eiga það allir sameiginlegt að ráðleggja fólki að leggja alltaf eitthvað aðeins til hliðar til þess að fjárfesta. Akkurat. Og það eru mjög margar leiðir til þess að fjárfesta skilur, bara leggja til hliðar reyna að láta þá peninga vaksa með einhverjum hætti kynna sér þá leiðir sem eru bóðið eru og það raun og veru skiptir ekki máli hvort þú sért að leggja 5.000 þennan mánuðinn eða 50.000 að alltaf að finna leiðir til þess að leggja til hliðar. Akkurat. Skilur og sparnar að auðvitað er þetta alltaf það sama skilur þú veist að fara bara varlega útgjöldin sín skilur og sko fyrsta lagi þegar þú ert að langar í eitthvað hlut spurja sig okkur fyrsta lagi vantar mig hann eða langar mig hann ef mér langar í hann en vantar hann ekki þá bara láta það bíða þá er tilbúin að köpa mér íbúð vantar mig hann, já, þú veist, ok vantar jakka get ég fengið betri jakka eða ódýrari jakka eitthvað svoleiðis, bara shoppa around eins og maður gerir í fasteignum skilur mig viku dæmið sko að sjá einhvern hlut og hugsa í viku og eftir viku að sjá hvort að mér langar í hann og mér vantar hann þetta er svona svipur sem er fasteignar að sko þú kannski sérð einhverja flík eða einhvern hlut sem langar í farðu bara heim til þín hugsa þetta og ef þú vaknar daginn eftir bara degið langar þessi íbúði en hluti eitthvað slags þá kannski máttu láta þig verða en ég fekk einu sinni ráð sem var rosalega gott ráð besta tímakaup sem maður getur fengið á ævinni sinni er að biðja afslátt
skilurðu, og ólíklegustu stöðum bara í stórverslunum út í Bandaríkjunum, skilurðu, bara í Walmart að það var að kaupa einhvern hlut, bara það að spyrja í versta falli bara sagt nei, skilurðu, bara að spyrja, þú veist, hver er yfir deildinni hérna, já það er þessi hér, ok, mætti ég tala við hann og sagði, ok, mér langar hérna hluti hérna, þú veist, getum við gert eitthvað með verði í þessu, skilurðu, versta falli, það var bara sagt nei, skilurðu, en það er ótrúlega oft sem er bara já, það finnst leið, skilurðu, og afsláttur, þú er ekki með 10% afsláttur, þetta er besta tímakort sem þú getur fengið, 10% afsláttur af 10.000 kalli, náttúrulega 1.000 kall 1.000 kall sem tók þig 5 sekundur að spyrja, er bara ansi fínt tímaköp. Það er líka sparnaður. Þetta er sparnaður. Þetta er gott ráð. Ég held að við klárum þáttum bara á þessu. Bara velkomin. Bara takk kærlega fyrir komuna. Bara takk við ekkert að tala endalaust. Bara endalaust, frábært að spjalla við þig. Það vonandi verður þetta einhverju gagni fyrir einhvern. Alveg klálega, takk kærlega. Takk. Þú finnur ítarlegri upplýsingar fjármál og hvernig við öðlumst fjárhagslegt sjálfstæði á vefsvæði leitinadpeningunum.is eða leip.is. Auk þess erum við með Facebook síðu og Instagram undir heitinu Leitinadpeningunum. Ég heiti Júlí Heiðar og ef að þú ert með efni sem þú vilt að við fjöllum þá endilega senda okkur skeyti gegnum vefsvæðið okkar eða á samfélagsmiðlum. Leitin að peningunum er framleitt af embætti umboðsmanns skuldara með stuðningi frá félagsmálaráðuneytinu.